Þáttur þessi byggður á heimsóknum Ómars Ragnarssonar í 20 þjóðgarða og 12 virkjanir erlendis og á ferðalögum hans svæðið norðan Vatnajökuls. Framleiðandi Hugmyndaflug HF og ég bendi á að þátturinn textaður á síðu 888 í textavarpinu. Hér sjáum við norskan bæ við fjörð. Efri Árdalur heitir hann og þegar við skimum eftir húsaþyrpingunum þarna þá þetta ósköp venjulegu bær og hefur verið líkur sjálfum sér í marga áratugi eða fyrr á öldinni sem leið. En ef ég flytni nú til á handriðinu sem ég sit á, þá sjáum við hvað hefur breyst. Stórt álver í eigu Norsk Hydro kemur í ljós. Hvaða þýðingu hefur það fyrir bæinn? Den har veldig stor betydelse. Já. Den jo 95% av hele samhället. Já, nánast allt. Atvinna, tekjur, mannlíf, velferðarkerfi. Reyðarfjörður í Fjarðabyggð. Fulltrúar þaðan kynntu sér álverið í Efra Árdal því Norsk Hydro ætlaði að reisa álver í Reyðarfirði. Þá ætti fólki að fjölga á Miðausturlandi 1500 manns, útflutningstekjur að vaxa 12%, landsframleiðsla meir en 1%. Góður hagvöxtur á meðan á framkvæmdum stæði. Búið að afgreiða virkjanaleyfi og mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar. En norðmennirnir og norrænir verktakar hættu við. Umhverfisáhrif áttu þátt í því. Hafa þeir önnur viðmið en Íslendingar? Ef svo hver eru þau? Alcoa kom í staðinn og styður stofnun þjóðgarðs norðan Vatnajökuls því að virkjun og þjóðgarður fari vel saman. Hvernig því háttað í Ameríku? Fer þetta vel saman þar? Hefur það eitthvað breyst í áranna rás? Hvernig þjóðgarð hægt að stofna norðan Vatnajökuls? Hvert getur orðið gildi hans og afrakstur? Spyrjum og leitum svara með því að fara í ferðalag. Vatnajökull stærsti jökull veraldar utan heimskautasvæðana og liggur á eldfjallasvæði sem ofan á öðrum af 2 stærstu möttulstrókum jarðar. Afleiðingin sköpunarverk, samspil elds og ís, allt frá jöklinum til sjávar sem á sér enga hliðstæðu eða keppinaut í heiminum. Íslendingar hafa sett fram þverpólitíska stefnu þjóðgarð norðan Vatnajökuls en deilt hvort virkjanir á svæðinu gætu farið saman við þjóðgarð. Hér og við Norðlingaöldu deilt hvað séu umtalsverð umhverfisáhrif og hvað ekki. Hvað til dæmis það svæði sem við munum fljúga yfir næstu mínútuna sem verður sökkt undir Miðlunarlón og þessi dalur mun síðan fyllast upp af Veirseti. Í lögum mat á umhverfisáhrifum segir að það séu umtalsverð umhverfisáhrif þegar framkvæmt hefur í för með sér veruleg óafturkræf umhverfisáhrif. En hvað eru veruleg óafturkræf umhverfisáhrif og hvað ekki? Menn komast að mismunandi niðurstöðum það og svo að sjá að hver og einn miði við huglægt mat sjálfsín. En eru til einhver viðmið? Jú, aðrar þjóðir svöruðu þessum spurningum fyrir mörgum áratugum. Það gæti því verið fróðlegt fyrir okkur að kynnast þeim viðmiðum sem þær settu sér þá og halda sig við enn, jafnvel þótt við teljum rétt að fara eftir öðrum viðmiðum. Framundan hægra megin á myndinni fremri Kárahnjúkur en utan í hann verða 2 af 3 stíflum settar. Á tímum alþjóðlegrar samvinnu getur verið gagnlegt að kynnast viðhorfum útlendinga. Svífum nú yfir Austurhálendi til 3 landa, þar sem landshættir og þjóðarhagur eru svipuð og á Íslandi. Bandaríkin, Kanada og Noregur urðu fyrir valinu.
Á 4 árum var komið við í 20 þjóðgörðum, 12 virkjunum og nokkrum öðrum áhugaverðum svæðum í þessum löndum. Og með því að skoða virkjanir, þjóðgarða og fleiri svæði hafðir í huga nýtingarmöguleikar á Íslandi. Fyrirhuguð Kárahnjúkavirkjun var í ferðalaginu borin saman við erlendar virkjanir. Athuguð voru samanburðaratriða sem niðurstaða var óumdeild, nokkur umdeild atriði höfð til hliðsjónar, en ekki reynt að meta atriði þar sem gögn og þekkingu skorti, svo sem áhrif á fugla og dýralíf. Við skulum skoða tilhugun Kárahnjúkavirkjunar. Þetta er Jökulsá á Brú sem köllum bara Jöklu, þetta er Jökulsá í Fljótsdal, hér er Snæfell. Það á að stípla Jöklu við Kárahnjúka með 3 stórum stíplum og mynda hálslón sem verður 57 ferkílómetrar og nær upp í Jökul. Leiða vatnið í 40 kílómetra löngum jarðgöngum ofan í stöðvarhús niður í Fljótsdal. Virkja á Jökulsá í Fljótsdal og nokkars minni ár með smærri stíplum og lónum og leiða vatnið í jarðgöngum þaðan, láta það sameinast vatninu frá Kárahnjúkum á leið ofan í stöðvarhúsið. Þeysum nú af stað og byrjum í Kanada og endum á Íslandi. Í Banff og Jaspers þjóðgörðunum í Klettafjöllunum kom strax fram að vegna gestafjölda þykja þjóðgarðarnir orðnir of litlir. Samt eru þessir þjóðgarðar svo stórir að þeir næðu frá Egilsstöðum til Reykjavíkur ef þeir væru á Íslandi. Við Jasper er Malingljúfur eða Illagljúfur. Það er minn en Dimmugljúfur en mikið smetir vegna þess hvað það er djúpt miðað við það hvað það er þröngt. Já, eins og stundum er sagt í öðru samhengi, stærðin ein skiptir ekki öllu máli. Á þessu vegakorti sjást ökuleiðirnir í Bandaríkjunum alls 17.000 kílómetrar. Grænu blettir tákna þjóðgarðana sem komið var í, en aðri blettir eru virkjanir. Denver í Colorado. Á öllum hótelum sést hvað fljótareið eða flúðasigling er orðin mikilvæg. Hér á landi er hún farin að vega þungt, til dæmis á virkjunarsvæði fyrirhugaðrar Villinganesvirkjunar. Við Klettafjallaþjóðgarðin fyrir norðan Denver er fjallavatnið Grand Lake, mikla vatn sem bent hefur verið á sem fyrirmynd fyrir Íslendinga að sambýli virkjana og þjóðgarða því að þetta sé miðlunarlón fyrir virkjun. Þjóðgarðurinn nær niður á vatnsbakkann. Úr vatninu er leitt vatn í jarðgöngum undir þjóðgarðin og Klettafjöllin til áveitu hinum megin við þau. En samt er yfirborð vatnsins stöðugt. Það er gert með því að hafa annað miðlunarlón neðar, fjær þjóðgarðinum og dæla vatni úr því upp í Miklavatn. Núna er lágt í þessu fjarlægara lóni. We are having a drought, very little snow, and it has been dry for 2 years. Með því að virkja vatnsaflið í göngunum undir fjöllin fæst orka til að dæla vatni úr neðralóninu upp í Miklavatn. Umhverfis áhrif við Miklavatn eru því engin, en nokkur við fjarlægara lónið. Framunda hérna er eitt af því sem merkilegt má teljast hér í Klettafjöllunum, sandöldurnar miklu. Höldum áfram. Sandur, sandur, sandur. Ekkert nema sandur, en það sem er merkilegt við þennan sand er það að það á að friða þennan sand. There are some species of insects and whatnot that are only found there, nowhere else on Earth. 2 ár sem bera þarna fram sand þykja merkilegar. Þetta er vinsælt ferðamannasvæði, þar er hægt að selja sand. Þarna í fjöllunum er Pikes-tindur þjóðarfjall Ameríkumanna. Því virðast lítil takmörk sett hvað getur dregið þúsundir fólks á ákveðin svæði. Hér er það malarvegur. Vegurinn liggur upp á tindin sem er einn af þeim hæstu í Norður-Ameríku, rúmlega 4300 metra hár. Já, þetta má kalla þekktustu rallakstursleið heims. Frægustu ökumenn veraldar hafa spreytt sig á því að setja met í kappakstri upp á tindin. Malarvegurinn er varðveittur ósnortin ef svo má segja og gert út á fleiri kenndir ferðamanna. 22. júlí 1893 stóð Catherine Lee Bates hér og horfði niður á Colorado Springs. Hún hreifst svo mjög af þessari sýn að hún orti ljóðið America the Beautiful, hinn fagra Ameríka. Sjáiði fyrir ykkur minnisvarða á Þingvöllum ljóð Jónasar, fjallið Skjaldbreiði. En höldum nú áfram yfir Klettafjöllin. Hér er nautgriparækt við vistvænar aðstæður og samvinnu við Íslendinga. Fyrir vestan fjallaskarðið komum við niður að vatninu Blue Mesa.
Þetta miðlunarlón ekki ósvipað í laginu og hálslón á að verða. Vatnsborðið frekar lágt vegna þurrka. Bátar sjást á siglingu og á fjörum má sjá merkjum uppgræðslu, þótt ekki sé að heyra fólki hér að þarna séu vandamál vegna hættu á leirfoki eða gróðureyðingu. En förum nú niður að stíflunni sem myndar vatnið. Hér við stífluna, við endan á Blue Mesa uppistöðulóninu, aðstaða fyrir ferðamenn. Bátahafnarmannvirkin hér eiga að nýtast þótt að hækki eða lækki í lóninu. Rætt hefur verið svipaða nýtingu hálslóns, en vatnsborðsveiflan þar hins vegar tvöfalt meiri en hér og líka miklu hraðari, og við hálslón má búast við leirlægi á fjörum snemmsumars. Hér standa sumarhlýjendin líka mun lengur en á íslenska hálendinu. Stíflan ekki áberandi. Virkjunin skilar það bil helmingi af afli Kárahnjúkavirkjunar. Stíflan 147 metra há eða 52 metrum lægri en Kárahnjúkastíflan á að verða. Hluti af vatninu leiddur burt í göngum til áveitu, en megin hluti árinnar í farvegi sínum. Svartagljúfur og samnefndur þjóðgarður eru nokkru neðar. En þá komið að því að fara niður með ánni í þjóðgarðin þar. Þetta eru hinn bandarísku dimmugljúfur eða svörtu gljúfur, Black Canyon. Þetta gljúfur hvorki það dýpsta í Ameríku né það stærsta eða lengsta. En hér vestra segja menn að ekkert annað gljúfur sé svona djúpt og þröngt í senn. Af því að áin að mestu leyti látin renna í gegnum gljúfrið hefur virkjunin lítil áhrif á það. Gljúfrið 800 metra djúpt þar sem það dýpst. Þetta bara eins og að standa upp á Esjunni og horfa niður. Fornminjar geta ásamt landslægi skapað grundvöll að þjóðgarði. Í Missa Verde þjóðgarðinum eru minjar forna indjánabyggð sem var utan í lóðréttum klettaveggjum. Þessi þjóðflokkur hvarf fyrir 700 árum, líklegast vegna breytinga á veðurfari. En nú komum við að einu af 7 mestu verkfræði undrum Bandaríkjanna, Hoover-stíflunni sem reist var á árunum 1931-35. Stíflan 226 metra há, 37 metrum hærri en Kárahnjúkastífla á að verða, en rúmmálið svipað því að þessi stífla eingöngu steinsteypu, en Kárahnjúkastíflan verður úr grjóti með steinsteyptri kápu og því miklu þykkari. Afl Hoover-virkjunarinnar 5-falt afl Kárahnjúkavirkjunarinnar, en nýting aflsins ekki eins jöfn. Hér fyrir innan vatnið Mít sem útivistarsvæði mjög vinsælt. Við skoðum síðar svipalón og útivistarsvæði ofar við Colorado-fljótið. Bakkarnir yfirleitt brattir og ekki hætt á leirfoki, enda hreyfingar vatnsbólsins mjög hægar. Áveitur og rafmagn Hoover-virkjunarinnar undirstaða búsetuskilyrða milljóna manna hér slóðir. Frægasta dæmið borgin Las Vegas fyrir vestan Hoover-stífluna. Hér ekið eftir aðalgötunni sem kölluð The Strip. Í fyrstu þrifust þessi borg og borgin Reno í Nevada á frjálslegum lögum fjárhættuspil, hjónavígstur og hjónaskilnaði, og allar spilahallirnar og kapitulnar vitna það. Síðustu árin hefur borgin orðið mun fjölskylduvænni en áður. En sem fyrr þetta borg merkustu íþróttaviðburðana og frægustu skemmtikraftana. Og það óvíjafnanlegt að aka fram hjá eftirlíkingum af píramídunum í Egyptalandi, París, Feneyjum og New York. Hjá sumum koma reyndar orð eins og borg fáránleikans upp í hugan. Borg þar sem píramídi sendir leysigeisla út í geiminn. Nú förum við upp með Colorado-fljótinu. Fyrir ofan Mít miðlunarlónið Grand Canyon eða Miklagljúfur 449 kílómetra langt eða tvöfalt lengra en Þjórsá. Malbikaður vegur liggur meðfram helstu útsýnustöðunum á gljúfurbarminum. Talin valda minni umhverfisröskun en malarvegur. Nú það þarf starfsfólk til að taka á móti 5 milljónum gesta á ári
og 3500 manns búa í garðinum. Þar meiri segja olíuorkuver og allt þetta afturkræft, það helsta krafan. Þarna skimum við niður á einn af mörgum göngustígum niður í gljúfrið. Það alltaf 30 km breitt og 2000 metra djúpt. Meiri hluti gesta kemur frá öðrum heimsálfum en Norður-Ameríku og umferð einkabíla takmörkuð. Allir með strætó, engin með steindóri. Þetta var sungið á sínum tíma þegar strætisvagnar Reykjavíkur hófu rekstur. En það sama á við hér í þjóðgarðinum við Grand Canyon. Fram yfir þetta fara engir nema í strætó. Já, langur biðlisti hefur myndast hjá þeim sem vilja fara í gönguferðir gljúfrið. Þegar ég við starfsmann hvenær ég gæti fengið að fara í gönguferð, segir hann, komdu í mars á næsta ári, og hann rökstyður það. Like I said, these months that are very popular, very good weather. June, July, August are so hot. Á að giska 80 km fyrir ofan Miklagljúfur virkjunarstaður fyrir stórvirkjun. Virkjunarstaðurinn í Marble Canyon sem gljúfri hérna fyrir ofan, langt fyrir ofan, hann sést að sjálfsögðu alls ekki hérðan. Ef þar hefði verið virkjað, hefði ekki verið hægt að sjá nein áhrif af því í Miklagljúfri. Hætt var við þessa virkjun. Hvers vegna? Það verðum við að skoða í sögulegu samhengi og fara fyrst ofar upp að ánni að virkjun sem reis við Glen Canyon. Við komum úr austri að virkjuninni í gegnum Monumentaldalinn, frægan vettvangi í kvikmyndum, meira að segja tvívegis nýlega í íslensku sjónvarpi. Kannski að svæðið norðan Vatnajökuls lumi á einhverju svona. Maður sér í anda Jón Væna koma ríðandi. Goppiti, goppiti, gopp. Plaff, plaff. Bærinn Page reis við Glen Canyon eftir að brú yfir Colorado-fljótið og virkjunin voru reist. Og hér erum við komin að þeirri starfræktu virkjun í Norðurálfu sem líkist sennilega mest fyrirhugaðri Kárahnjúkavirkjun. Hún getur framleitt tvöfalt meira afl en Kárahnjúkavirkjun á að gera. Ákvörðun hana var tekin árið 1953 og var umdeild. Í ferðamannabæklingum sem við meðferðis stendur að Eisenhower forseti hafi tekið ákvörðun þessa stíflu. Á ensku heiti stífla dam, en ef menn bölva þá segja menn damn, D-A-M-N. Og sagan segir að Eisenhower hefur orðað þetta einfallega damn it. Sér getur því tvennt, stíflumána með stíflu eða fjandinn hafi það. Svona virkjanir voru ekki á stefnuskrá Eisenhower stjórnarinnar en áhrifamiklir þingleiðtogar Suðvesturíkjanna fengu hana í gegn. Þetta kemur vel fram í bókinni Cadillac Desert eftir Mark Reisner sem fjallar sögu virkjanamála Vesturíkjanna. Gagnrýnendur helstu blaða og tímarita hældu henni hástert á sinni tíð. Einn sagði að hún ætti vera skyldulesning. Aðalhlutverk flókin stíflukerfis Colorado-fljótsins og þveráa hennar eru áveitur sem eru undirstaða uppgræðslu og gjöfuls landbúnaðar á stórum landsvæðum, þar sem áður var gróðursnautt eða gróðurlítið land. Milljónir manna búa á þessum svæðum. Það fór sáralítið á gróðri undir Powell-miðlunarlónið, þannig að áhrif stíflunar á gróður eru með stórum plús. Deilurnar stífluna minna margt á deilurnar á Íslandi Eyjabakka og Kárahnjúka. Hér vestra var líka rætt tvo virkjunarstaði, Echo Park og Glen Canyon. Náttúruverndarmenn þekktu Echo Park vel og einbeittu sér því að andstöðu við virkjun þar, en gáfu Glen Canyon eftir því að það svæði var nær óþekkt. Þegar síðar kom í ljós að sú virkjun olli miklu meiri umhverfisspjöllum en nokkurn hafði órað fyrir, fekk hann svo mjög á formann umhverfisinna að hann var á barmi sjálfsmorðs, að því segir í bókinni Cadillac Desert. Stíflan 216 metra há og glæsilegt mannvirki. Aðeins hluti af vatnsmagni fljótsins færður úr farveginum. Þótt þetta sé risa mannvirki það lítið áberandi, stíflan sést ekki fyrir maður kemur alveg að henni. Lónið 8 sinnum stærra flatamáli en lónin sem fylgja Kárahnjúkavirkjun. En stærðin hefur þó þá kosti í för með sér að mesta mögulega vatnsborðsveifla jafnast yfir á mörg ár eftir þurrkatímabilum og í heild aðeins minni en verður í Háslóni. Sveiflan 10 sinnum hægari og því þvæst ströndin betur og minna situr eftir á henni af lausum efnum.
Sandsteiti hérna ekki eins fógjarn og fínkorna eldfjallaleirin á Íslandi. Reiknað með því að Powell-lónið fyllist af auri á 700 árum. Þótt 170 kilometrar séu frá stíflunni niður að Miklagljúfri hefur hún þó áhrif þar niður frá sem mönnum finnst óæskileg. Núna fljótið blátt á litin en fyrir virkjunina var það brúnt af aurburði. Aurin úr þveránum mun smám saman breyta farveginum við ármótin. Fyrir virkjun hreinsaði fljótið farvegin, ármótin og gljúfrin með sverfandi aur sínum í miklum vorflóðum en gerði það ekki lengur. Fyrir neðan stífluna sjáum við hvernig menn reyndu fyrir hálfri öld að hamla gegn þessum neikvæðu áhrifum með því að hafa botnrásir með lokubúnaði sitt hvoru megin við stífluna. Þær eru nægilega stórar til þess að hægt sé í góðum vatnsárum að hleypa úr lóninu og líkja eftir vorflóðunum sem áður voru. Síðast var þetta gert 1996. Með þessum búnaði væri líka hægt að hleypa alveg úr lóninu ef menn kysu svo. And there is some discussion even that dam ought to be taken down. Segir Brent Haymond, framkvæmdastjóri stórrar verktakasamsteypu, því að útskólunabúnaðurinn yrði til dæmis notaður ef samtökin Drainit eða hleypum úr því hefðu sitt fram. En skreppum nú aðeins upp fyrir Glen Canyon stífluna og förum í siglingu á Powell-lóninu. Þetta lón og Meade-lónið við Hoover-stífluna hafa verið búin til á svæði þar sem annars væri að mestu auðnir. Ef ekki væri aðstæða til siglinga hér þyrfti fólk í nærliggjandi héruðum að fara mörg 100 kílómetra vegalengd til þess. Á því og góðum veðurskilurinn mest allt árið byggjast vinsældir lónanna. 3 milljónir manna koma á útivistarsvæðið á ári. Þótt lónið sökti miklum gljúfraheimi sem undir því og eyðilegði nokkur vistkerfi stendur efsti hluti margra gljúfrana upp úr vatninu þannig að hægt að sigla inn í þau. Hvíti liturinn á gljúfurveggjum sýnir hver langt fyrir neðan hæstu stöðu vatnsborðið núna. Sum gljúfrin eru svo þröng að það þarf að flauta fyrir horn. Ævintýralegt umhverfi, þetta líkist helst steingerðum gervihnatadiski. Þetta verndarsvæði Navajo-indjánana og Navajo-fjall gnæfir í fjarska þegar lagt að landi. Ef stíflan og lónið hefðu ekki verið gerð, hefði verið hægt að sigla niður Colorado-fljótið sjálft eftir botni gljúfrana. Já, hvernig væri þá að fara í siglingu fyrir neðan stífluna? Brúin og stíflan gnæfa yfir okkur í meir en 200 metra hæð. Veiðimenn og fuglar verða á leið okkar á þeim 24 kilometra kafla Glen gljúfrana sem ekki var sökkt. Á miðri leið leynist undirlendi undir þvernýftum hamlarvegnum og þar farið í land til að skoða veggjaristur indjána sem víða að finna á þessum slóðum. Þessar eru verk Anasazi-indjána. Og þá lagt að stað í seinni áfangan og gljúfrið svo krókótt að manni finnst stundum eins og það muni enda í ógöngum. Sumstaðar farið næstu því í hring eins og sést vel ef skoðuð ljósmynd sem tekin ofanfrá. Skammt fyrir neðan þennan stað ætluðu menn upphaflega að reisa Hoover-stífluna á 3. áratugnum. Sú stífla hefði orðið gríðarlegt mannvirki og gerbreytt því umhverfi sem við erum stödd í. En við boranni kom í ljós misgengi sem leiðsögumadurinn bendir okkur á. This is a fault line. Left lateral slip fault line they call it. Fallið var frá þessum áformum, annars værum við ekki að sigla hér á þennan hátt.
Við stað sem heitir Lees Ferry endar Glenngljúfrið og þar með bátsferð okkar. Hér hins vegar upphafstaður flúðasiglinga niður fljótið Marble Canyon eða Marmaragljúfur og síðan Miklagljúfur. Þetta fólk að leggja upp í 365 km siglingaleið sem látin hefur verið ósnortin. Og sumt af þessu fólki hefur farið þessa leið oft áður. There's some magic in this canyon. There's a magic in this canyon that brings you back just like the magic at home. Og nú lagt af stað, enginn fær að fara niður ána nema með leyfi og vegna gríðarlegrar eftirspurnar kvóti á fjöldanum. Ef menn ætla á eigin vegum 12 ára biðlisti. Sem sagt, þú að fara á ákveðnu degi árið 2014 ef þú panta núna. Og þá það fyrsta flúðin á leiðinni, en ekki svo síðasta, Paria-flúðin, þar sem hinn brúna þverá Paria mætir bláu Colorado-fljótunu og þetta bara smjörþefurinn af því sem koma skal í miklu straumharðari flúðum neðar. En förum nú aðeins niður með ánni þar sem hægt að fylgjast með þeim ofan í Marmaragljúfrinu. Það glampar á árarnar þar sem þau eins og litlir deplar á leiðinni niður eftir og verða svo undarlega ójarðbundin á sléttum vatnsfletinum. Það stóð til að virkja neðar í Marmaragljúfrinu og stytta siglingaleiðina úr 365 km niður í 300 og virkjunarmönnum þótti það ekki mikil fórn fyrir siglingamenn. Sjáu þið bátana það niður frá eins og smá agnir í þessum gljúfra geimi. En nú ætlum við líka í suðurátt í leit að virkjunarstaðnum sem hefur beðið tilbúin í meir en 30 ár eftir því að verða nýttur. Eftir að Glenngljúfravirkjun reis átti að halda áfram að beisla Colorado-fljótið án þess að hrófla við neinu í Miklagljúfri. Alls átti að virkja sem svaraði afli 3 Kárahnjúkavirkjana, annars vegar í Bridge Canyon brúargljúfri fyrir neðan Miklagljúfur og hins vegar í Marmaragljúfri 80 km fyrir ofan Miklagljúfur. Áætlunin hét Central Arizona Project, rökrétt framhald af fyrri virkjunum og áveitum. Það var erfitt að finna hið fyrirhugaða stíplustæði eða fá upplýsingar það, engar merkingar vísa veginn. Á sínum tíma var lagður virkjanavegur að gljúfrinu en margar slóðir eru þarna og hinnir fátæku indjánar sem þar búa gátu ekkert hjálpað. En loks römbuðum við á gljúfurbarminn skammt ofan við stíplustæðið. Það má kannski segja að miðað við stöðuna núna þegar þessi orð eru tölu hér, haustið 2002, þá stöndum við hér við fyrirhugaða Kárahnjúkastíflu Bandaríkjanna. Vegna staðsetningar þessarar virkjunar í ánni ljóst að hún hefði valdið minni neikvæðum umhverfisáhrifum en aðrar virkjanir í ánni og þar með minni röskun en Kárahnjúkavirkjun. Á hennar tíma var minna siglingar gljúfrið og það ekki eins þekkt og síðar varð. Búið var að ljúka rannsóknum og bora göng á virkjunarstaðnum í Marmaragljúfrinu. Borarnir voru látnir síga niður í krana. Ef Kárahnjúkavirkjun í tiltækum samanburðaratriðum borin saman við þessa virkjun og aðrar virkjanir sem skoðaðar voru í ferð okkar, sést að Kárahnjúkavirkjunin eina virkjunin þar sem gróðurlendi skerðist. Því aðalhlutverk bandarísku virkjanana eru áveitur sem skapa búsetuskilyrði fyrir milljónir manna og annað fjórðungi fæðuþarfa Bandaríkjana. Kárahnjúkavirkjun endist styst eða nær 2-falt skemur en Glen Canyon virkjunin. Hún eina virkjunin sem færir ána alveg úr farvegi sínum og þarf að leysa erfið leirfoks og uppblástursvandamál og eina virkjunin þar sem ekki verður lokubúnaður á botnrásum. Mannvirki Kárahnjúkavirkjunar eru mest áberandi og hún hefur mest áhrif á fossa. Vatnsborðsveifla Kárahnjúkavirkjunar mest og miklu hraðari en hjá hinum virkjununum, 10 sinnum hraðari en sveiflan í Powellóninu. En að einu leyti hefur Kárahnjúkavirkjun miklu minni umhverfisröskunni för með sér en virkjanirnar í Colorado-fljótinu, Powellónið og Meadlónið. Þessi lón eru margfalt stærri af flatamáli en Hálslón á að verða
og það vegur að sjálfsögðu þungt í samanburðinum Kárahnjúkavirkjun í vil. En ekkert varð af áætluninni Central Arizona Project. Tvennt feldi hana engum. Annars vegar sýndi snjall maður fram á vafasaman ávinningafinni, en hins vegar var það sem feldi hana fyrst og fremst breyting á almenningsálitinu sem snerist gegn þessum áformum. Eða eins og segir í bókinni Cadillac Desert, fólk vildi engar stíplur og ekki orðum það meir. En á svæðinu rétt hjá Glenngljúfrunum líka þriðja virkjunin, Navajo kolaorkuverið. Álvinnsla með kolaorku hleypir 8 sinnum meira af gróðurhúsaloftegundum út í loftið en með jafn afkastamiklu vatnsorkuveri. Með því að virkja vatnsafl á Íslandi á heimsvísu hægt að komast hjá jafn stóru kolaorkuveri til dæmis í þriðja heiminum. En hér í Arizona blasa þessi kostir við á litlu svæði. Hér við Marmaragljúfur væri hægt að virkja vatnsafl að því virðist með minni umhverfisröskun en við Kárahnjúka og leggja niður jafn mikla kolaorkuvinnslu í grenndinni. En Ameríkumenn komust á þá skoðun fyrir meir en 30 árum að vegna umhverfisröskunar kæmi þetta ekki til greina í þeirra landi. Og þrátt fyrir orkukreppu þetta ekki upp á borðinu í Bandaríkjunum. Bush forseti hefur ámálgað að bora frekar eftir olíu í friðlöndum í Alaska. Ein helsta ástæðan eitt mikilvægasta hugtak umhverfisstefnu, afturkrefni. Dæmi, þetta innsti hluti Sultatangalóns á Íslandi sem fyllast upp á auri á nokkrum áratugum. Umhverfislega séð veldur það ekki miklum áhyggjum því að þarna voru hvort eð áreirar fyrir. Hjalladalur þar sem Hálslón á að koma mun fyllast upp af auri á 400 árum og hvorki uppi áform né möguleikar á með núverandi tækni vegna kostnaðar að koma í veg fyrir það. Þetta verða óafturkræfar breytingar. Þessu landi verður ekki breytt aftur í fyrra horf nema hleypt verði úr lóninu innan fárra áratuga og þá þyrfti að glíma við stórfelld leirforsvandamál. Olíuborun hefur að vísu umhverfisáhrif meðan á henni stendur, en eftir að búið að taka þá olíu sem að var stemt hægt að taka borana í burtu og ganga þannig frá að landið fari aftur í sama horf á fyrr. Umhverfisáhrifin á borsvæðinu sjálfu eru afturkræf. En það eru 2 hliðar á umhverfisáhrifum olíuvinnslu. Hún á þátt í auknum útblæstri gróðurhúsaloftegunda og það kann að hafa óafturkræf áhrif, til dæmis á hæð sjávar, þannig að láglendi víða heim munu sökkva í sæ. Þegar við hófum ferðina heima var vitnað í þau ákvæði í íslenskum lögum mat á umhverfisáhrifum þar sem talað veruleg, neikvæð, óafturkræf áhrif. Já, það þýðir að frelsi til að breyta því sem gert hefur verið skert. Í landi frelsisins, eins og Bandaríkjamenn kalla oft land sitt, eru hugtökin frelsi og afturkræfni samofin. Framkvæmi núlifandi kynslóð eitthvað sem óafturkræft, bindur þessi eina kynslóð hendur allra kynslóða sem á eftir koma, skerðir frelsi þeirra og beitir þær valdi í viðkomandi máli. En engin kynslóð kemst hjá því að gera sitthvað sem ekki verður breytt tilbaka. Jú, það viðurkennt hér, en hins vegar lögð áhersla á að það sé í sem minnstum mæli. Þótt lýðræðislegur meiri hluti taki slíkar ákvarðanir, verðan að hafa hugfast að meiri hluti þeirra sem máli varði sé ófæddur. Þess vegna reyna Bandaríkjamenn að forðast neikvæðar óafturkræfar framkvæmdir. Í Yellowstone ekki hreyft við óhemju orku hvera og vatns og í Grand Canyon hafa þeir afturkræft olíuorkuver. Central Arizona Project fólst í virkjunni í Brúargljúfri og Marmaragljúfri sitt hvorum megin við Miklagljúfur. Lónið í Brúargljúfri átti það sameiginlegt með Hálslóni og upphaflegum hugmyndum Norðlingaöldulón að það átti að teygja sig inn í friðland, í þessu tilfelli Grand Canyon National Monument. Rökin í deilum lónið voru svipuð og í hliðstæðum deilum á Íslandi 30 árum síðar. Þessir 2 bandarísku virkjunarstaðir eiga furðumargt sameiginlegt með þeim 2 virkjunarkostum á Íslandi sem hafa verið umdeildastir síðustu ár. Til að anna knýjandi orkuþörf geta Bandaríkjamenn virkja hér sem svarar 3 Kárahnjúkavirkjunum á nokkuð skaplegan hátt en láta það ógert. Þarna verðist munur á viðhorfum þeirra og okkar. Með því alls ekki sagt að þeirra viðhorf séu réttari en okkar, aðeins að þau virðast vera önnur. Við erum á stærsta verndarsvæði indjána í Bandaríkjunum. Við þjóðvegina eru indjánarnir víða með búðir þar sem þeir búa til og selja muni sem eru táknum menningu þeirra.
Þetta svo sannarlega menningartengt ferðaþjónusta. Kjör indíánana eru mjög misjöfn. Helmingur þeirra atvinnulaus eða lifir undir fátækramörkum. En húmorinn samt fyrir hendi. Ef vegfarendur bruna framhjá, eru þeir látnir vita af því. Á skiltinu þarna stendur: góðir indjánar að baki. Úps, þú mistir af okkur. Við eigum eftir að líta á eitt bandarískt miðlunarlón sem nefnt hefur verið sem dæmi sambýli þjóðgarða og virkjana. Á leiðinni þangað rekumst við á ýmislegt athyglisvert. Hér sjáum við dæmi þann sess sem þjóðgarðarnir skipa hér. Á númersplötunni stendur: Arizona, ríkið sem Miklagljúfur í. Arches eða bogaþjóðgarðurinn frægur fyrir ótal steinboga. Steinboginn Delicate Arch tákn Jútaríkis og í skjaldarmerki þess. Leið okkar liggur í gegnum fleiri þjóðgarða sem hver hefur sín séreinkenni. Zion þjóðgarðurinn frægastur fyrir stórbrotið og litríkt fjallalandslag. En sumum finnst Bræskljúfurs þjóðgarðurinn enn glæsilegri. Í sumum þjóðgörðunum göngustígarnir allt upp í 1600 kílómetra langir og Bræskljúfrið gósenland gangandi fólks. Utan í gljúfurveggjónum drangar hundruðum saman, margir stærri en Hallgrímskirkja. Það stórkostlegt að ganga niður á milli þessara dranga, horfa í forundran upp eftir þeim og undrast þetta örlæti náttúrunnar. Get your kicks on 66. Gamall vegur varðaði ljónlínum. Já, hið úrelta getur orðið af menningarverðmætum þegar menningarminjar annars vegar. Get your kicks on Route 66. Það nákvæmlega það sem það snýst Fyrir hálfri öld var þessi vegur lagður frá Chicago til Los Angeles en varð síðan úreltur. Síðar uppgötvuðu menn sögulegt gildi hans sem höfðar til milljóna manna. Margir bæir við leið 66 hafa nú öðlast nýja frægð. Hér í bænum Seligman í Arizona flest með sama brag og á tímum Marilyn Monroe, James Dean og Elvis Presley. Átrúnaðar goða fyrstu unglingakynslóðurinnar sem hafði ráð á að eignast bíla og heisa leið 66. Á þessum tíma var Ford Edsel það nýjasta og þarna stendur Edsel Expressway. Og á þessum leggsteini stendur: hér hvílir Billy Pretzel. Síðasti náunginn sem dirðist að snerta bleika Edseli minn. Sjáu þið fyrir ykkur stað á Íslandi með gamla kaupfélaginu og bensínsjoppunni. Vestan við Las Vegas liggur leiðinni gegnum Death Valley, dauðadal sem 14.000 ferkílómetra þjóðgarður. Íslendingum finnst hann ekkert sérstakur, sandar og gróðurlítið land. En hér þykir ástæða til vendunar, enda á einum stað ekið niður á lægsta staðinn í Vesturheimi, 84 metra undir sjávarmáli. Hér í Kaliforníu má víðar sjá sjón sem þessa. Vindmyllur hundruðum saman sem skapa raforku. Það að fá orku á ýmsan hátt. En vindum okkur nú í Yosemite þjóðgarðin í Sierra Nevada fjöllunum í Kaliforníu. Hjarta hans Yosemite dalurinn, svo ótrúlega djúpur og granítfjöllin við hann svo há að það bara ekki hægt að skila því á mynd. Fólk verður að upplifa það sjálft með því að standa þarna og finna fyrir smæðsinni. Í dalnum mesta úrval hárrafossa sem finnst á einum stað. Þegar maður horfir inn í dalinn, svona óskaplega djúpan og þröngan, þá erfitt að ímynda sér að í honum leynist allur þessi sléttlendisgróður og fossar. Norðar í þjóðgarðinum svipaður dalur en þó minni á allalund. Hetch Hetchy heitir hann. Fyrir 100 árum þegar fólki fjölgaði fyrir neðan fjöllin, voru uppi áformum að nýta óbeislað vatn til neyslu, áveitna og raforkuframleiðslu. Ekki varð úr þessum áformum nema í Hetch Hetchy, þar sem árið 1913 reis þessi stípla og lón sem engum nýtt til að fá neysluvatn fyrir San Francisco og nágrenni.
Stofnandi og hvatamaður þjóðgarðsins var ákaflega mikið á móti þessari stíflu en hún var nú samt reist þá. Í dag væri óhugsandi að reisa svona stíflu innan þjóðgarðs. Að minnstakosti okkur sagt hér að það sé bannað með lögum og þurfi þá sérstaka lagasetningu til og það tíðkist ekki. Það er fljótfærið yfir helstu atriði samanburðar þessarar virkjunar við aðrar hvað snertir umhverfisáhrif. Mikið nábýli við þjóðgarð vegur þar á móti notagildi vatnsveitu. Í flestum öðrum atriðum eru áhrifin minni. 2 íslenskar konur sem hafa kynnt sér þjóðgarða og virkjanir eru algerlega ósammála það hvort þetta tvennt geti farið saman. Sigrún Helgadóttir segir að fyrir rúmum 30 árum hafi þjóðgarðar verið skilgreindir og orðið bylting í umhverfismálum. Hægt hafi verið við virkjanir og ekki hægt lengur að koma á fót samspili virkjana og þjóðgarða eins og áður. Virkjun og þjóðgarði fer ekki saman og virkjanir eru ekki í þjóðgörðum. Þær eru utan við þjóðgarðana og þær meiri segja þurfa að vera það langt utan við að þær hafa ekki áhrif inn í þjóðgarðana. Það er fylgst með því. En Ragnheiður Ólafsdóttir, umhverfisstjóri Landsvirkjunar, er ósammála Sigrúnu. Já, ég til að vatnsaflsvirkjunar og þjóðgarði geti farið saman og það sem kannski stendur upp og það er hvernig þeir samnýta, þeir sem sagt fletta saman nýtingu vatnsins, þjóðgarðana til verndunar og fyrir ferðana. Og það er þessi samþætting, hvernig þeir nýta þetta allt og láta þetta fléttast saman. Það finnst mér mjög lærdómsríkt og ég held að við eigum að skoða það betur hvernig getum látið þetta fara saman hjá okkur líka. En þrátt fyrir mismunandi skoðanir eru þær sammála það að það geti verið fróðlegt og gagnlegt að kynna sér reynslu annarra þjóða í þessum efnum. Við endum ferðalagið Bandaríkin í Sequoia þjóðgarðinum, sunnar í Sierra Nevada fjöllunum. Hægra megin á myndinni stendur Helga undir stærstu lífveru heims, tré Shermans hersöðingja sem er 85 metra hátt. Þjóðgarðurinn er frægur fyrir risatré og það vekur huglýðingar það hvað gæti verið helsta gildi þjóðgarðssvæðis norðan Vatnajökuls. Þessi þjóðgarður er ekkert sérstakur má segja. Hann á marga jafnóka kannski annar staðar í heiminum, nema að einu leyti. Hér eru stærstu tré heims. Hefur það eitthvað þýðingu fyrir þjóðgarðinn? Það sjálfsögðu. Það gefur honum ákveðið forskot á aðra svipaða þjóðgarða. Og ef við hugsa svo heim til Íslands, hefur Ísland eitthvað svipað? Já, ætla sé ekki það að við erum með þennan stærsta jökul utan heimskautasvæðana, en ekki bara það. Landið undir honum í kringum hann og jökullinn búa til svæði sem er bara það eina í heiminum af því tagi. Á leið heim til Íslands förum við hraðferð Noreg. Þar voru skoðaðar 4 virkjanir. Þær syðstu voru Tyssedal sem er við Þennanfjörð og Rjukan innar í landinu, en við förum norðar á vesturströndina og upp á heiði þar. Fyrir norðvestan Harðangursheiði er stífla, sömu gerðar og Kárahnjúkastífla á að verða. Þessi stífla stíflar sem er eina af þeir stærst í Noregi er þó ekki nema 1/3 af hæð Kárahnjúkastíflunar. Húsið þarna fjær, vinstra megin á myndinu undir brekkunni, sýnir stærðarhlutföllin. Stíflan er hluti af kerfi þar sem vatnsföll, miðlunarlón og náttúruleg vötn eru tengd saman. Virkjanirnar hafa áhrif á þennan 182 metra háa foss, Væringjafoss. Hann er þurr á veturna og fram á vorin vegna þess að vatn er tekið af honum til miðlunar. Síðsumar sem nógu vatni hleypt á fossinn svo að hann fái viðunandi mynd svo að ferðafólk geti skoðað hann. Hliðstæðir möguleikar hafa verið orðaðir hér á landi í sambandi við fossa í Þjórsá fyrir neðan Norlingaölduveitu
og Dettifoss ef Jökulsá á Fjöllum verður virkjuð. Nokkru fyrir sunnan og ofan virkjanasvæðið háslétta með ósnortnu víðerni. Þetta hinn rómaða Harðangursheiði sem Norðmenn eru svo stoltir af. Norðmenn auglýsa heiðina sem stærsta ósnortna víðerni álfunnar. Þetta eitt af því sem svona þjóðgarður snýst að miklu leyti ótal göngustígar og ævintýr sem bíða þeirra sem ganga upp til heiðanna. Engin vélknúin umferðarleið en sumir göngustígarnir hafa áður verið vegaslóðar. Heiðin að mestu nokkuð flöt og tilbreytingalítil, engin háfjöll á borð við Herðubreið og Snæfell, en Norðmenn kunna auglýsa hana. Engin þjóðgarður í Evrópu líkist þessum að stærð og eðli. Hér stærsti villti hreindýrastofninn. En það ekki stærðin ein sem gerir heiðina svona merkilega, heldur ekki síður það að svona norðarlega skuli gróður og dýralíf þrífast í þessum mæli í alltaf 1200 metra hæð. Ekki aðeins frætt þetta með skiltum upp á heiðinni. Í bænum Eiðfirði stórt safn og annað í smíðum, bæði tileinkuð Harðangursheiði. Í safninu ítrasta tækni notuð til þess að leiðbeina ferðamönnum og örva þá til ferðalaga svæðið. Hér á landi dreymir ýmsa að koma svona safni upp. Í Eiðfirði nota menn meðal annars kvikmyndasal með hringtjaldi og fullkominni hljómflutningstækni. Árni Bragason forstöðumaður náttúruverndarsviðs telur mikla möguleika fyrir svona, til dæmis við stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Ég vona að heimamenn geti komið sterkt inn í. Einn vísir að svona safni jöklasafnið á Höfn. Við erum með sem sagt vísa þessu í Skaftafelli. Já, kannski á eftir að koma svo tíð að við eigum eftir að sýna erlendum ferðamönnum myndir til dæmis úr Kverkfjöllum á hálfhringstjaldi. Nú skreppum við til Sáta eða Sauðafjarðar í Suðvestur Noregi til að athuga svokallað skilyrt verðmætamat, hvort hægt sé að verðmæta land með því að kanna hvort einhverju vilji fjárfesta í því eða borga fyrir að það sé látið ósnortið. Það má segja að landi sé boðið út. Þetta var reynt hér við Sauðafjörð og fallið frá virkjunaráformum að hluta, þar sem þeir buðu betur sem vildu nota landið án virkjunar. Fræðimenn deila að vísu kenninguna á framkvæmd hennar, en í Noregi eru menn ekki fallin frá henni. Samme type metodikk jo da blitt benyttet i andre land, andre EU-land som hadde vannkraftutbygginger. For eksempel Portugal, Sverige, Finland hadde tilsvarende prosjekter. Og i Norge har vi benyttet det i Øvre Otta. Og þess má geta að bandarísk samtök kenndu Nature Conservation bjóða fé fyrir land sem láti sé ósnert. Altavirkjunin á Finnmörku var umdeildasta virkjun Noregs. Þegar Gro Harlem Brundtland varð umhverfisráðherra í Noregi, stöðvaði hún áform virkjanir á 2 vatnasvæðum en leyfði Altavirkjun. Í endurminningum sínum segist hún sjá eftir því. Í erindi Tór Mitteng á ráðstefnu þjóðgarða á Kirkjubæjarklaustri fjallaði hann Mjóstidalsbreið þjóðgarðin í Noregi. Jökullin svo stærsti á meginlandi Evrópu en þó 10 sinnum minni en Vatnajökull. Þjóðgarðinu nær yfir jökullin og næsta nágrenni hans. Fyrir daga þjóðgarðsins var búið að virkja með 2 litlum miðlunarlónum fyrir suðaustan hann og stóð til að virkja meira þar og reisa 150 megawatta virkjun við norðurenda jökulsins. Miklar deilur urðu þessi virkjanaáform og hætt var við þau. Það fljót farið yfir samanburð á norska vatnsaflinu og því sem við höfum skoðað í Bandaríkjunum og á Íslandi. Norska vatnsaflið yfirleitt fólgið í tiltölulega hreinum bergvatnsám. Það að mestu laust við það aursett í miðlunarlónum sem við höfum séð í Bandaríkjunum og á Íslandi, en slíkt aursett styttir líftíma virkjananna og landslægið breytist með tímanum í lónstæðunum. Altavirkjunin hefur nokkra sérstöðu í Noregi. Hún raskaði búsetuskilyrðum sama á svæðinu, sökti djúpum gljúrum og dró úr laxagengd í Altaánni. En hvað segja norskir sérfræðingar þennan samanburð? Einn helsti sérfræðingur Normann á þessu sviði Jan Riise, en hann deildarstjóri hjá Oslo Energy Consult í Oslo. Hann var beðinn að kynna sér fyrirliggjandi gögnum Kárahnjúkavirkjun og síðan spurður að því hvort hann teldi að slík virkjun yrði leyfð í Noregi.
Med den kunnskap jeg sitter med om prosjektet nå, den jo litt grunn, men ut fra de presentasjonene jeg har fått, og det jeg har sett på kart, og de konflikter som nevnt, så tror jeg ikke at et slikt prosjekt ville bli godkjent i Norge i dag. Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra sagði í sjónvarpsviðtali að lítið væri á þessu áliti Norðmannsins að byggja. Og ég meina, þó að einhver sérfræðingur í Noregi sem eftir hafa skoðað málið eitthvað lítið við skrifborð hafi þessa skoðun að þá breytir það engu það að við förum eftir íslensku lögum hér. Sigurður Arnalds, verkefnisstjóri skýrslu umhverfisáhrif Kárahnjúkavirkjunar sagði að það væri óraunhæft að bera saman Ísland þar sem lítið hefði verið virkjað hlutfallslega og Evrópulönd þar sem mikið hefði verið virkjað. Á svæðinu norðan Vatnajökuls sé stór hluti vatnsorku landsins, aðdragandi að Kárahnjúkavirkjun sé langur, hún sé málamiðlun því fallið hafi verið frá Eyjabakkamýðlun. En fleiru var sleppt sem virkja átti í úrskurði umhverfisráðherra. Hálslón blátt til vinstri á myndinni en hægra megin þar sem Jökulsá í Fljótsdal stípluð eru Ufsarlón og Kelduárlón. Rauð punktalína táknar jarðgöngin en dökklituðu blettiti táknar svæði þar sem tilstóð að virkja nokkra litlar bergvatnsár með litlum stíplum sem hefðu orðið nokkuð áberandi, einkum séðar ofan af Snæfelli. Umhverfisráðherra hafnaði því, vatnsmagnið nam 2% af heildarvatnsmagni virkjunarinnar. Laugará þver á Jökulsár þarna skammt frá, en í úrskurði umhverfisráðherra var því hafnað að hún yrði virkjuð. Skoðum fossana í henni, sá stærsti heitir Stuðlafoss. Nú fylgjum við ánni niður að þeim stað sem þessi tærbláa á fellur út í hina gulbrúnu Jökulsá í Fljótsdal og myndar sérkennileg og skörp litaskipti við fossinn Faxa sem tæplega 30 metra hár. Þegar Jökulsá í Fljótsdal verður virkjuð, hverfur Faxi að mestu og Laugará verður ein eftir með bláma sinn í hluta af fossinu. Í úrskurði umhverfisráðherra segir að Landsvirkjun skuli leitast við eftir því sem unnt að hleypa Jökulsá á haustin ef lónhæð leyfir. Hér mikill dynur og þýðir lítið að reyna að kallast á við Friðþjóf Helgason, myndatökumann sem hinum megin við ána. Sjáu það? Hér sést vel tvískipting fossins. Gulbrúnn hluti Jökulsár nær okkur og hvítur hluti Laugarár fjær. Þá að kveðja hinn tvílita Faxa og skoða nokkra fossa í sérstæðri fossaröð á svo fáfarinni gönguleið að þetta munu vera fyrstu kvikmyndirnar sem sýndar eru af henni opinberlega svo vitað sé. Það stendur maður efst hægra megin við hinn þrefalda kirkjufoss sem samtals á að giska 35 metra hár eða rösklega hæð Gullfoss. Já, við sjáum hlutföllin betur með því að skima upp eftir öðrum að tveimur efri fossunum og nú sjáum við manninn hægra megin við fossin. Þau umhverfisáhrif þessarar virkjunar að þessir fossar hverfi eru afturkræf. Það verður hægt að hleypa vatni aftur á fossana ef menn vilja það af einhverjum ástæðum. Já, og hið sama ætti reyndar við virkjun Gullfoss. Og hvað snertir afturkræfni eru þessi umhverfisáhrif ekki eins mikil og þegar miðlunarlón fyllist upp af Aurseti.
En komum nú upp með ánni þar sem á að reisa Ufsarstíflu og mynda Ufsarlón en þyrma þó Eyjabökkum. Já, í stað þess að sökkva Eyjabökkum með stóru miðlunarlóni eins og ætlunin var með Fljótsdalsvirkjun verða lón og stífla hér miklu minni. Munið eftir lokubúnaðinum á botnrásum Glen Canyon stíflunar. Á Ufsarstíflu verður lokubúnaður svo hægt verður að hleypa úr lóninu því annars myndi það fyllast fljótlega upp vegna þess hvað það er lítið. Litlu árnar sem hætt verður við að virkja í samræmi við úrskurð umhverfisráðherra eru bergvassár og virkjanirnar hefðu orðið afturkræfar því stíflurnar hefðu orðið litlar. Lítum á annað svæði þar sem úrskurður umhverfisráðherra minnkaði umhverfisröskun. Við erum hér fyrir norðan Kárahnjúkar sem sjást í fjarska fyrir miðri mynd. Hægra megin séð frá okkur er Jökla og þar fyrir innan Hafrakrammagljúfur en vinstra megin er Desjarárdalur. Upphaflega átti yfirfall Hálslóns að koma á Desjarárdalsstíflu sem á að koma vinstra megin við Kárahnjúka þarna í fjarskanum en umhverfisráðherra færði yfirfallið yfir á Kárahnjúkastíflu sem á að koma hægra megin við hnjúkana. Þar með er Desjarárdalur losaði við allt vatni sem hefði beljað niður hann frá yfirfallinu og verður því óbreyttur inn að stíflu. Hnitasporður heitir raninn sem er á milli Desjarár og Jöklu. Komum inn að fyrirhuguðu stíflustæði Desjarárdalsstíflu við Kárahnjúk og svífum niður dalinn. Og sem fyrr erum við að horfa yfir svæði sem áður hafa ekki birst kvikmyndir af opinberlega svo vitað sé, svo lítið þekktur hefur Desjarárdalur verið. Fallegasti hluti dalsins eru drangarnir og klettarnir utan í Hnitasporði þar sem horft er út til Jökuldals. Hér er flogið niður með Jöklu yst í Hafrakamagljúfrum. Ef virkjað verður hægt að ganga þarna inn og reiknað er með að eyrarnar mun að miklu leyti gróa upp og jafnvel myndast laxagengd í ánni. En nú skulum við snúa við og fljúga í suðurátt í átt að gljúfrinu þar sem það er dýpst og þrengst. Þegar hort var á bátana sem siglt var niður gljúfrinu á sínum tíma í eina skipti sem það hafði verið gert, sáust stærðarhlutföllin vel. Við höfum ekki tíma til að skoða nema hluta dimmugljúfra en gerum það með því að fylgjast með 4 sæta flugvél sem fer niður í gegnum neðsta hlutan. Þarna er flogið yfir skriðu sem hefur hrunið niður í gljúfrið en vegna þess að Jökla flytur 10 milljón tonn af aur og sandi í gegnum gljúfrið á hverju ári eins og með risavaksinni þjöl eða sandpappír þá viðheldur hún gljúfrunum og hreinsar þau. Ef fljótið hverfur við virkjun mun hún hætta þessu, jafnvel þótt hún renni gljúfrið nokkrar vikur á haustun því þá vantar í hana aurinn og sandinn. 90% af honum verður eftir uppi í Hálslóni. Menn er ekki á einu máli það hver langan tíma það tekur fyrir gljúfrin að hrynja saman ef virkjað verður. Vélin er eins og hvítur depill þarna inn í gljúfrunum. Skiptar skoðanir eru áhrif þess á ferðamannastraum. Að með virkjun hverfi fljótið og dynur þess úr gljúfrunum mestallt árið. Menn er ekki sammála það hver stórir 2 markhópar eru, annars vegar þeir sem kæmu til að skoða gljúfrin þegar áin er farin
og hægt að ganga inn í þau að einhverju leyti, eða hins vegar þeir sem aðeins kæmu þangað ef þau væru ósnortin og þar að auki inn í þjóðgarði. Hér horfum við út eftir gljúrunum í norðurátt. Á ísaldartímanum var hér dalur sem hálffylltist af hrauni þegar Kárahnjúkar gusu. Sjáu þið hjallana vinstra megin eða austan megin við ána framundan? Þeir eru leifar af seti sem fyllti upp stöðuvatn fyrir innan Kárahnjúka. Stíflustæðið er framundan og hinum megin við ána sjáum við hjalla sem ná inn eftir öllum dalnum. Þessir sethjallar eru það merkilegasta í þessum dal, sem nú blasir við okkur og Hálslón á eftir að fylla upp myndir brúnir. Stíflan á að koma langt upp í hnjúkin næst okkur og ná þvert yfir neðri hluta myndarinnar. Stíflan verður 10 milljón tonn. Sandfell vinstra megin fjær á myndinni á að verða að eyju. Gerð verða 2 göng fyrir ána meðan stíflan er byggð, þeim síðan lokað og lónið látið fyllast. Ekki verður lokubúnaður eins og undir Glen Canyon stíflunni í Bandaríkjunum, en hægt að sprengja upp önnur göngin ef menn vilja. Ólíklegt er að það verði gert því þá tæmdist lónið stjórnlaust og gríðarlegt magn af þurrum leir fiki úr lónbotninum. Miðað við risastífluna verður maðurinn á barminum hægra megin lítill. Hann er á 130 metra dýpi en samt í 60 metra hæði við botninum. Sveiflan upp og niður í lóninu fyrir innan samsvara því að Hvalfjörður frá Hvalfjarðargöngum inn fyrir Hvalstöð yrði tæmdur og fylltur á hverju ári. Kárahnjúkar eru eldfjöll. Guðmundur Sigvaldason jarðeðlisfræðingur hefur lýst áhyggjum að risastífla skuli reist á þessum stað. En þeir sem standa að stíflunni telja að undirstaðan verði traust, þrátt fyrir sprungukerfi, en stíflan verður færð 200 metrum utar en áður var ætlunin. En lyftum okkur nú til flugs og förum inn eftir Hjalladalnum eða Efstadal og þar fáum við samfylgd. 19 farþega flugvél frá Akureyri. Já, rétt sunnan við fyrirhugað stíflustæði við Kárahnjúka er stærsti setjallinn af mörgum sem í skýrslu mat á umhverfisáhrifum eru taldir einstæðir á landsvísu og jafnvel á heimsvísu. Því þeir segja ásamt gljúrunum loftslags- og landmótuna sögu og sögu Vatnajökuls síðustu 10.000 ár. Þangað til stærsta hjallanum verður sökkt undir Hálslón gæti hann verið til margs nytsamlegur. Hann heitir Sandskeið og er 1900 metra langur og alltaf 500 metra breiður. Í aðflugi úr suðri skulum við fara fram og tilbaka í tímanum og sjá fyrst úr 3500 feta eða 1000 metra hæði við fyrirhugum lónbotni hvernig 2 af 3 stíflum eiga rísa og norðurendi Hálslóns að myndast. Úr 1000 feta eða 300 metra hæð lítur þetta svona út. Við fáum smá tilfinningu fyrir stærstu framkvæmd Íslandssögunar og sjáum þó aðeins bláendan á lóninu. Þegar komið er lægra og nær lítur þetta svona út. Við reynumst reyndar ekki vera nógu hátt, lendum á 90 metra dýpi í lóninu. En nógu það, látum þetta flakk með tíman, næja og förum aftur til nútíðar. Og nú lendir Tvinnóttarvél Flugfélags Íslands á hjallanum. Á Sandskeiðinu eiga að vera vinnubúðir vegna virkjunarframkvæmda og þá væri hægt að hafa alltaf 1900 metra langa flugbraut þar á hlaðinu, lengri en lengstu flugbraut Reykjavíkurflugvallar og fljúga þangað með fólk og vörur eða nota völlin vegna flugs með ferðafólk. Efnið í Sandskeiðinu er svo gott að það á að nota það í steinsteyptu kápurnar á stíflunum. Með þessari heimsókn flugvélarinnar frá Akureyri má segja að gefi sér tónninn fyrir þær miklu breytingar sem stór framkvæmdir hafi í för með sér á þessu svæði, þar sem svo fáir hafa verið á ferli fram að þessu. En athugum nánar gildi Sandskeiðsins hér næst okkur og hjallana í dalnum. Megin einkenni þessa dals eru margir setjallar sem jökla hefur raðað í hlíðar hans og hjallarnir segja eins og fyrr sagði myndunarsögu dalsins, loftslagssögu síðustu 10.000 ára og leið hvernig og hvenær Vatnajökull hefur stækkað og minnkað á þessu tímabili. Vísindamenn hafa aldursgreint hjallana og með því að skoða þá í samhengi við stallana í Dimmuglúfrum sést að fyrst eftir að ísöld lauk gróf jökla efsta hluta gljúfranna en fljótlega hlýnaði svo mikið og Vatnajökull varð svo lítill að jökla breyttist í afkastalitla bergvarsá í nokkur þúsund ár. Á þeim tíma mynduðust stærstu hjallarnir á meðan ána vantaði aur og afl frá Vatnajökli til að sverfa gljúfrin. Þá kólnaði aftur hríð og jökla hóf að grafa á ný. Aftur hlýnaði og hjallar mynduðust.
En síðustu 2000 árin hefur verið kaldara og jökla sem í raun aðeins verkfæri Vatnajökuls og eldfjallalandsins undir honum hefur hamast við að grafa gljúrin sín og dalinn. Þegar hort yfir dalinn það líkt og að horfa yfir bókasafn konungsins Vatnajökuls. Hjallarnir líkjast bókum sem liggja flatar í stöflum, hver ofan á annari og segja þessa sögu ásamt stöllunum í gljúfrunum. Þessi eins og 2 þykkar bækur en aðrir eru alveg niður við jöklu. Í úrskurði umhverfisráðherra gert að skilyrði að rannsóknum á hjöllunum verði lokið áður en dalurinn verður fylltur af vatni og síðan auri. Til eru vísindamenn sem efast að það verði hægt og sumir draga í efa það sem stendur á kynningarskiltum Landsvirkjunar að hjallarnir verði varðveittir eftir að dalurinn hefur verið fylltur á þennan hátt. Sínum augum lítur hver á silfrið. Já, þeir sem líta á hjallana eins og bækur í nokkurs konar árnasafni náttúrunnar líta kannski á Sandskeiðið sem Flateyjarbók í því safni. En hinir sem vilja virkjun til eflingar þjóðarhags sjá kannski í Sandskeiðinu eins konar gullnámu til að reisa stórbrotnustu mannvirki Íslands, snildarverk á borð við frægustu listaverk þjóðarinnar sem hægt verið að dást að aldir. En nú sýnist mér að smáfuglarnir ætli að flögra suður eftir dalnum á vit nokkurs konar sögumanns náttúrunnar sem býr þar í einangrun. Já, áin hægra megin á myndinni heitir Kringilsá, en jökla vinstra megin, Vatnajökull og Kverkfjöll í baksýn. Þríhyrndi reiturinn á milli ána og jökulsins heitir Kringilsárani. Þessi hjallaröð í Kringilsárana endar allt í einu. Já, það fyrirbæri sem sést hérna besta vetralagi. Sjáu þið hólaröðina sem blasir við beint fyrir framan okkur í áttina Snæfelli, hún nefnd Hraukar og segir þá sögu með hjöllunum í Hjalladalnum að aldrei hafi orðið kaldara síðustu 10.000 ár en í kringum 1890. Þá gekk jökullinn fram og vöðlaði á undan sér gróðri, mold og möl líkt og bakari rúlar upp degi. Eftir standa Hraukarnir, fyrirbrigði sem á sér aðeins hliðstæðu á Eyjabökkum og á Svalbarða. Í matskýrslu Kárahnjúkavirkjunar segir að ekki séu virkar eldstöðvar undir jöklinum og vatnasviði jöklu sem gætu valdið hamfaraflóðum eins og í Jökulsá á fjöllum og á Skeiðarársandi. Hins vegar hefur Ásta Þorleifsdóttir jarðeðlisfræðingur tilgreint heimildir sem benda til eldsumbrota og hamfarahlaupa á ýmsum tímum. Hægra megin á þessari mynd fyrir innan Hraukana hefur jökullinn eytt öllum setjöllum en fyrir utan Hraukana vinstra megin á myndinni eru allir sethjallarnir heilir. Og hér komum við yfir innsta nafnlausa hjallan sem við nefnum bara Hraukahjalla. En komum nú yfir Hraukana að sumarlagi. Þarna má sjá menn upp á einum hrauknum og þegar hort yfir Tjarnasvæði norður af þeim sést Kárahnjúkur lengst í burtu. Kringilsáran friðlýst svæði og svo vel lokaður af jöklu, Kringilsá og Vatnajökli að sumur kemur þangað ekki nokkur maður. Núna alls 5 menn þar á ferli, það verður að teljast mikill mannfjöldi. Má ekki segja að þetta svæði sé eitt best varðveitta leyndarmál landsins? Jú, að minnstakosti að sumarlagi. En seinnipart vetrar komast menn hins vegar hingað yfir árnar á ísi og hjarni, en þá þetta huli snjó. Á svipaðan hátt og upphaflega var ætlun við Norlingaöldu hugmyndin hér að fara með miðlunarlón inn á friðlýst svæði og sökkva fjórðungi þess. Fram að þessu höfum við í flögru okkar yfir Hraukana verið yfir landi sem verður á þurru en austasti hluti Hraukana sem nú kemur í ljós á að sökkva sem og dalurinn framundan. Það lent á Hraukahjallanum sem næst stærsti hjallinn í Hjalladalnum. Ef einhver vill líkja Sandskeiðinu við Flateyjarbók hjallana Hraukahjallinn konungsbók konungsins Vatnajökuls enda næstur honum. Það þurfti leyfi náttúruverndar til að lenda flugvél hér á svæði sem þegar hefur verið leyft að sökkva. Á leiðinu upp á Hraukana verður þessi fossaröð á vegi okkar. Þegar maður stendur hér svona langt frá Kárahnjúk á maður erfitt með að ímynda sér að stípla þar niður frá muni sökkva þessu svæði sem við stöndum nú á niður á alltaf 60 metra dýpi. Já, og þar sem hálslónir dýpst, það meira en 2-falt dýpra en dýpsti hylur Hvalfjarðar.
Þessar myndir eru teknar í ferð með John Swan, þrautreindum blaðamanni sem hefur farið víða og nú erum við komnir upp á land sem ekki verður sögt. Það er eins og hann standi kyrr, eins og símastaur við tjarnirnar sem eru uppi á rananum. Það virðast svipaðar þeim tjörnum sem eru á Vesturöræfum og á Eyjabökkum. Hérna eru líka gæsir eins og þar. Það er áætlað að 1000 gæsapör þurfi að flytja varpstöðvar sínar við tilkomi Hálslóns. Allmörg hreindýr eru í Kringilsárrana. Rannsóknir vegna mats á umhverfisáhrifum benda til þess að gróður sé í framför í rananum, þrátt fyrir mikla beit hreindýra og gæsa. En nú komum við að Kringilsárfossi eða Töfrafossi. Þegar Hálslón er fullt mun það kaffæra þennan foss og reikna þeir með að aurkeila muni fylla upp gljúfrið fyrir neðan fossin á þessari öld. Krafturinn í svona fossum heillar þá sem vilja virkja þá og má orða það í hendingum. Ákveðin ætlum að beisla, afl sem í fljótunum sefur, orku sem efla mun byggðir, auðlind sem trú okkur gefur, að brátt verði batnandi hagur og bjarmi af nýjum degi, framtíðarsýnin er fögur, frá henni hvikum við eigi. Það sem eftir er af göngunni förum við það svæði Kringilsárrana sem sökkva á undir Hálslón og friðlýsingu verður aflétt. Hjá þeim sem eru andvíð því koma kannski svona hendingar í huga. Hjá Efstadalnum lágum, undir Snæfellstindi háum, ég fann í fleti bláum, á fagurskygðrið tjörn, gull í grænum stráum. En marga munu gleðja, mannvirki sem þarfir seðja, þegar bossins brúna leðja sig breiðir yfir allt og unaðslöndin kveðja. Enginn þekkir Kringilsárrana nema hafa gengið hann og þeir eru afar fáir. Og það er einmitt það sem John Swan sagði að hefði gert þessa göngu að því eftirminnilegasta í Íslandsferð sinni. Það var þessi tilfinning að vera á svona óskaplega afskekktum stað og vita af því ekki aðeins að við værum 2 aleinir á öllu þessu svæði, heldur líka að það væri alveg örugt að þangað kæmu engir til að ónáða, ekki einu sinni skorkvikindi til að býta okkur. Hann sagðist aldrei fyrr hafa fundið þessa tilfinningu á öllum sínum ferðum víða heiminn. Á leiðinni burtu beður Töfrafoss með glitrandi úða sínum í sólskininu. Hann mun vera tæplega 30 metra hár og stærsti fossinn á Öræfunum norðan Vatnajökuls fyrir vestan Snæfell. Við látum hreindýrunum eftir Kringilsárrana en förum í stutta gönguferð rétt sunnan og vestan við nýja Kárahnjúkaveginn niður með Sauðá. Þar göngum við Vesturbakkann eða Norðurbakkann eins og málverðin er að kalla hann hér og má kalla lykilinn að því að skynja svæðið sem á að verða botn Hálslóns. Kynni flestra af Sauðá bindast við Sauðárfoss sem er ofarlega í ánni en mun þó fara á kaf. Fyrir ofan fossin er vað á ánni. Þarna sjáum við Kárahnjúk og flugvélina á Sandskeiðinu og strax þegar komið er fram af Brekkubrún byrjar fossasýning. Áður meðan jökullinn gekk lengra fram var þessi á aurug en nú er hún tær og blá og er hér með fossasýningu eða gerning þar sem eiga vel við tónar sem túlka ljóðlínur Einars Benediktssonar í ljóðinu Dettifossi. Slá þú hátt, foss hjarta.
við loft en hér stæði maður á 160 til 70 metra dýpi ef Hálslón væri komið. Hér við Ármót, Jöklu og Sauðár að sjá skemmtileg litbrigði. Grátt og hvítt og síðan aðalega blátt, brúnt og grænt hinum með ána. Hér nú hreinlega eins og þessi að renna hvor á móti annari en það yrði ójafnleikur jökla svo miklu öflugri. Á hlýjum sumardögum þeytir jökla fram 600 tonnum af vatni á hverri sekundu og meir en 2 tonnum af auri á sekundu. Það á við hraðbraut. Fram að þessu hefur þessu gönguleið verið afar fáfarin, kannski ekki nema 1 eða 2 smalamenn á ári. Það ágætur myndatökustæður þarna upp á gljúfurbarminum, en þetta gljúfur hefur jöklasorfið. Já, allur dalurinn reyndar verk hennar. Ef maður fer upp í hlíðina og horfir yfir, þá sér maður dalinn betur. Hinum megin við hann svonefndur háls, sem Hálslón dregur nafn af. Það stórt og gróið svæði með þykkum gróðri. Niður í Árfarveginum hefur hún búið til Stuðlabergshamra, bæði lárétta og lóðrétta. Hálsinn gott beitiland. En lyftum okkur nú aðeins yfir dalinn þarna fyrir innan, sem einkennist af bergtegundinni Flikrubergi. Sjáu þið gráa Stuðlabergshamarinn sem þarna hinum megin við ána, eins og honum hafi verið stungið inn í hlíðina. Á stærð við meðal skrifstofuhús í Reykjavík og líkt og arkitekt hafi teiknaði með reglustikku. Hann nafnlaus, en okkur sem vorum þarna á ferð fannst koma vel til greina að kalla hann Arnarhvol. Hann næstum því stór eins og Arnarhvoll og svipaður í laginu. Einn okkar vildi nú reyndar að ganga lengra og kalla hann bara iðnaðarráðuneytið. Lyftum okkur aftur upp og skoðum þetta örlítið betur. Nú fljúum við upp eftir ánni. Þetta listaverk sem jökla hefur verið í árþúsundir að skapa í samvinnu við eldvirknina, allt frá Kárahnjúkum og upp í jökul. Sjáu þið hjalla hérna vinstra megin upp á bakkanum og svo annar innar eins og rjómi ofan á tertu. Og svo komum við núna yfir sérkennilegt svæði, eldrautt Flikruberg beggja vegna árinnar og síðan flúð. Já, þetta verðum við að skoða betur. Komum tilbaka yfir flúðina og Flikrubergið, finnum okkur lendingarstað og förum í gönguferð. Í skýrslum dalinn í mati á umhverfisáhrifum segir að Stuðlabergið sé ekki það merkilegasta í honum, heldur auðvitað hjallarnir og þar á eftir Flikrubergið. Sérðu krókódílshausinn sem kemur þarna út úr bakkanum með hvítu auga og kolsvörtum kjafti? Já, það vantar ekki hugmyndaðukina hjá henni Jöklu í galleríinu sínu þar sem hún að hamast. Ef Hálslón verður að veruleika mun aurinn í vatninu setjast á botnin þar sem ekki mikill halli en skríða undan hallanum þar sem hann meir en 7%. Vegna þess að jökla margfalt aururi en önnur jökulfljót hún eina stóra jökulán á Íslandi sem engin foss í. Áttu við að hún sverfið á alla með aurnum og eyðið þeim? Einmitt, eins og Colorado-fljótið í Ameríku. Tvær gerðir af setjöllum blasa við. Þessi sem liggur þarna á bakkanum og svo hinir efri. Og nú erum við að nálgast flúðina sem við sáum áðan á lofti. Þetta eins og myndastytta, haus á manni. Já, hann hefur fengið nafni Gljúfrabúi. Að verða þekktur vegna deilunar Kárahnjúkavirkjun en væri annars jafn óþekktur og áður. Og ef Hálslón verður að veruleika, hverfur hann í það? Já, sumir verð ekki frægir fyrir eftir að þeir eru horfnir.
Það ekki sami liturinn á berginu báðum megin. Nei, þetta eins og þetta sé óraunverulegt, þetta umhverfi hér. Það svo furðulega fjólublátt, þetta grjót. Og nú förum við að flúðinni, þeim stað þar sem maður fær afli sem menn vilja nota til að vekja Austurland beint í æð. Hér eins og jökla get ekki stillt sig að skreita klöppina alveg niðri við flúðina í sinni miklu litagleði. Hún á samt skæðan keppinaut í því efni hér í dalnum. Það lífríkið með haustlitina sína. Við gefum okkur ekki mikinn tíma hinum með við ána fyrir austanana. Við horfum hér suður að svonefndum hálsi, þar sem stærsta og þykkasta gróðurlendið sem getur farið undir Hálslón. Við sjáum Hjalladalinn fjær. Til þess að ná fram sem mestri hagkvæmni eftir að Eyjabakkalón féll út úr myndinni, þá var Hálslón látið ná 7 metrum hærra en áður var áætlað og við það teygir það sig víða inn á tiltölulega hallalítið land. Stór hluti lónstæðisins verður á þurru þegar ísa leysir í júnibyrjun. Já, þá geti alltaf helmingur lónstæðisins eða 20-30 ferkílómetrar verið þakinn auri sem að miklu leyti fínkornóttur eldfjallaleir sem sest hefur á botninni við veturinn. Hann geti þornað á örfáum dögum enda lofslagið þurrt. Á þessari mynd lónið að vori til þegar að lækkað hefur verið í því við veturinn sýnt með bláum lit. En fjörurnar brúnleitar þaktar fínum leir. Nokkuð veginn svona lítur lónið út miðsumars og í meðalári fyllist það alveg einhvern tíman í ágúst. Þurrasti og hvassasti vindurinn stendur úr suðvestri og á þessu korti sem gert hefur verið af vísindamönnum á vegum Landsvirkjunar sést hvernig algengast yrði að rykmökkur bærist frá svæðinu út yfir Fljótsdalshérað. Þetta fyrirbæri þekkt þegar rýkur úr leirum Jökulsár á fjöllum 50 km vestar. Þá getur skyggni í byggð farið niður í 4 km. Mörgum hugnast því lítt að leirstormar af fjörum Hálslóns mun nær byggð gætu bæst við og þetta var eitt af þeim atriðum sem olli því á sínum tíma að í skýrslu Skipulagsstofnunar umhverfisáhrif Kárahnjúkavirkjunar gaf Landgræðsla ríkisins neikvæða umsögn. Umhverfisráðherra gaf þá Landsvirkjun kost á að leggja fram tillögur mótvægisaðgerðir. Og að beiðni Landsvirkjunar gerðu 3 jarðvegsverkfræðingar, Björn Jóhann Björnsson, Matthías Loftsson og Oddur Björnsson, tillögur varnir gegn sandfoki úr strandsvæðum Hálslóns. Og þess vegna höfum við lagt það til að vera með aðgerðir eins og til dæmis rykbindingu og þá var þetta að fljúga með rykbindi efni yfir svæðið og dreifa því til þess að binda fínefnin og eða þá fara svæði með traktor eða eitthvað slíkt til þess að dreifa þeim efnum. En hvert álit þeirra íslensku sérfræðingar sem helst þurfa að takast á við þetta fyrirbæri, það sérfræðinga Landgræðslunnar? Bar umhverfisráðherra þessa rykbindingu undir Landgræðsluna? Það var ekkert rætt þá notkun á rykbindinni sem að kæmi að einhverju gagni í þessu tilviki. Að mínum að þetta óframkomanlegt og ber alls ekki að hugsa þetta sem raunhæfa leið. Það verður að grípa til annarra leiða að stöðva fólki þegar það að fara út úr lónunum. Rykbinding með flugvélum eða jarðbundnum tækjum að mínum að ekki framkvæmlega. Annað vandamál sem talið nauðsynlegt að leysa að reikna þeir með að meir en 30 milljónir rúmmetra af grónum jarðvegi muni rotna og geta þornað og foki þegar lónstæðið þurrt. Verkfræðingarnir 3 leggja til að gerður verði 15 km langur varnargarður á Austurbakka Hálslóns
og fyrir neðan hann sandgryfjur til að hefta sandfokið og binda það og skóla gróðri niður í lónið með öflugum dælukrömmum. Austan við garðinn verði beitt þekktum aðferðum við að stöðva myndun áfóksgeira, meðal annars með sáningu melgresis. Þetta eru miklar aðgerðir og teljum að það dugi til þess að koma í veg fyrir áfók. Og Ólafur Arnalds hjá Landgræðslunni upplýsti á málþingi að þetta hefði hvergi í heiminum verið reynt í svona miklu mæli. Komið hafa fram efasemdir að þetta muni takast. En var þetta hægt að fjalla þetta svæði án þess að minnast á hreindýrin? Nei, það sem Hálslón á að koma mikilvægt burðarsvæði hreindýranna á vorin. Við komum því þarna í maí. Hér horft yfir hálendi frá Brúarjökli og það að mestu hulið snjó á þessum tíma. En austar þar sem horft til Kárahnjúks úr suðri sést að nokkurn megin þar sem Hálslón á að koma jörð að miklu leyti auð. Það á við hálsinn austan við ána, en hann að mestu leyti gróinn og þar halda flest dýrin sig. Fljúum næst austur yfir Jöklu og Hjalladal, Snæfell í baksýn. 1500 hreindýr eru talin vera á Snæfellsöræfum, 70% þeirra á þessu svæði hér. Ef þessu svæði verður sögt, geta þessi hreindýr þá ekki farið bara á eitthvert annað svæði? Ég held að sé nokkuð ljóst að það enginn sem að jafnast á við þessi svæði og það sjáum bara af því að dýrin hafa valið sér þessi svæði. Ef það væri önnur jafn góð eða betri þá myndi þau vera þar. Og það óvéfengjanlegt að hálsinn, hann stendur alltaf upp úr á vorin og maður sér það bara á þessum myndum og menn hafa vitað ekki tíðina að það það svæði þar sem að auðnast fyrst á vorin. Það sem að við höfum bent á að vantaði inn í rannsóknir voru upplýsingar ferðir dýrana þetta svæði. Við töldum okkur ekki vita nógu mikið flakk þeirra austur og vestur yfir Jöklu og lögðum til að væri hengt á þau GPS-tæki þar sem að væri hægt að fylgjast með mjög nákvæmlega þeirra hagagöngu en það mjög skammur tími eins og allir vita þannig að það var ekki gert. Í þessum þætti hefur athyglin beinst að virkjunarsvæðinu og hugsanlegu þjóðgarðsvæði og því verður ekki fjallað áhrif Kárahnjúkavirkjunar á Fljótsdalshéraði en þeirra gætir niður með Lagarfljóti og allt út á Héraðsflóa. Strönd Héraðsflóa á eftir að færast innar þegar að Örburðar Jöklu nýtur ekki lengur við og ábúendur í Húsey þar sem mikið og sérstætt lífríki óttast að þetta lífríki muni skaðast mjög. En höldum okkur við hugsanlega þjóðgarð og mismunandi hugmyndur stærð hans og tilhugun. Landsvirkjun hefur lagt fram hugmyndur það hvernig hægt væri að tengja lón, stíflur og virkjanavegi við þjóðgarð á þessu svæði. Þessar hugmyndir hafa verið sýndar á kortum af því. Brúnasvæðið þá ytra svæðið með vegum og þjónustumannvirkjum en ljósbláa svæðið yrði þjóðgarður. Ragnheiður Ólafsdóttir, umhverfisstjóri Landsvirkjunar, hefur sýnt á ráðstefnu myndir sem eiga að túlka hvernig hægt að nýta virkjunarmannvirkin og lónið til útivistar. En þá vaknar spurningin það hvort reynslan af öðrum íslenskum miðlunarlónum bendi til þess að það sé raunhæft. Eitt sinn var reynt að bjóða upp á siglingar á Hvítárvatni upp að jöklinum þar en það loknaðist út af. Já, en Ragnheiður Ólafsdóttir telur að gott aðgengi og þjónusta og þáttaka á frumkvæði heimamanna skipti hér miklu máli. Við erum ekki með ferðamannatíma allt árið eins og þeir þarna fyrir vestan, en ég held að við gætum lengt hann og það hægt að nýta eins og þú veist, ferðast jökulinn á faratækjum og öllu mögulega. Þetta væri kannski að tengja saman og lengja ferðamannatíma fyrir austan með því að nota lónið á einhvern skemmtilegan hátt. Með þessu telur Ragnheiður að hægt sé að samræma og samþætta virkjun og þjóðgarð til verndunar og þjónustu fyrir ferðafólk, líkt og sjá með dæmi í Bandaríkjunum. Þeir sem andæfa þessum sjónarmiðum telja að Íslendingar geri mikil mistök ef þeir ætla að taka upp stefnu í virkjunarmálum sem aðrar þjóðir hafi lagt fyrir róða fyrir mörgum áratugum. Kárahnjúkavirkjun bjóði í raun ekki upp á endurnýjanlega orku því að mestallt virkjunarsvæðið verði orðið ónýtt, bæði til orkuöflunar og annara nota eftir nokkrar aldir. Virkjunin muni skaða ímynd Vatnajökuls og alls landsins og ekki veiti af öllu svæðinu fyrir norðan Vatnajökul fyrir margvísleg not sem fólk geti haft af þjóðgarði. Sigrún segir að þær fáu virkjanir sem séu í tengslum við þjóðgarða séu frá gamalli tíð áður en þjóðgarðar voru skilgreindir. Þjóðgarður gæðastimpill, ákveðin gæðastimpill og virkjun
passar ekki þar inni. Ef það virkjun í garðinum, þá fær hann ekki þennan gæðastimpil. Telst ekki þjóðgarður, telst frekar svo kallað útvistarsvæði eða fólkvangur, en ekki þjóðgarður. Á ferðalagi okkar höfum við kynnst bæði aurugum, fljótum og tærum. Já, ármót, jöklu og sauðar fyrir innan Kárahnjúka sýna þetta vel. Við skulum líta á 2 tærar íslenskar bergvatnsár, Sogið og Hvalá á Ströndum. Neikvæð áhrif virkjananna voru einkum á laxastofnana í ánni og urriðastofnin í Þingvallavatni sem var nær útrýmt. En þessi áhrif voru að mestu afturkræf og kynslóðir framtíðarinnar hafa frelsi til að leggja virkjanina niður, geta líkast til fengið jafn glæsilega laxagengd og áður og náð urriðastofninum upp í Þingvallavatni. Þegar virkjað var Sogið ekki fært úr farvegi sínum. Miðlunarlónin, Úlfljótsvatn og Þingvallavatn eru náttúrugerð og inntakslónin lítil. Engin setvandamál og eins og stendur þarna neðst, þetta er eilífðarvél sem sólin hnýr. Nýting hennar skilar mengunarlausri orku með sjálfbæri aðferð án þess að nokkuð tíman gangi á orkugjafann. Það er hægt að sjá eðli slíks mannvirkis og umhverfis þessi í rómantísku ljósi eins og ljóðlínur Ólafs Jóhanns Sigurðssonar bera með sér. Dögun við sog. Írauðir boðar hins eldlega hjóls, óðfluga gulna og teyjast í mjóa loga, æða á loft í austri og falla, ofan í sofandi fljót og ligna voga. Kveikja í vatninu, veita því brennandi fram, veginn bugðótta milli ása og hjalla, uns hjólið birtist og hvítur ljómið þess fer, höndum jafnt brjóst þitt sem veröld alla. Þá er það hin bergvatnsvirkjunin. Við Ófeigsfjörð á Ströndum væri hægt að virkja 150 megavatta vatnasvæði þar sem Hvalá er aðal vatnsfallið. 70 megavött eru óvirkjuð á Glámuhálendinu eða alls 220 megavött á Vestfjarðakjálkanum. Lítum á grundvallamun á milli virkjana Tærs bergvatns og Aurugs jökulfljóts eins og Jökla er. Umhverfisáhrif bergvatnsvirkjananna eru að mestu afturkræf. En umhverfisáhrif Kárahnjúkavirkjunar, virkjunar Jöklu, eru hins vegar óafturkræf og virkjunin endist í takmarkaðan tíma líkt og náma. Hvað afrakstur snertir skiptir ekki máli hvenar virkjað er við Kárahnjúka. Það tapast ekki þótt að sé beði með það, náman er bara geymd. Hins vegar tapast verðmæti við að draga að virkja bergvatnsár og láta þeir renna óbeislaðar til sjávar án þess að mala gull af því að þær eru eilífðarvélar. Eilífðarvél? Já. Við hvað á að miða þegar menn velta fyrir sér endingu orkugjafa? Komum suður á Kjalveg. Menn rekur í Rogastans þegar koma hingað við Kjalveg á þessar hálendislóðir í þessa auðn að rekast hér á órækt vitni kolagerð fyrri kynslóða. Menn hjuggu skó og gerðu að kolum skammt fyrir sunnan Bláfell. Rannsóknir sýna að það tók fyrstu kynslóðirnar eftir landnám aðeins nokkrar aldir að nýta svo skóginn til orkuöflunar og beitar að lítið varð eftir. Skógurinn reyndist sem sagt ekki endurnýjanleg auðlind. En ef skógurinn var það ekki, er virkjun eins og Kárahnjúkavirkjun það nokkuð frekar ef orkuverið endist bara 200 ári mestalegi? Þetta er svo langt fram í tíman að það er ekki hægt að spá um þetta. Það var ómögulegt fyrir þá sem lifði aldamóti 1600 að spá einhvernig orkuframleiðslan árið 2000 og ég held að það sé okkur jafn ókleift í dag. En orkan, það rafmagn sem er framleitt, það er hrein og endurnýjanleg orka. Látum þetta nægja virkjanir en veltum að lokum fyrir okkur hvers virði hugsanlegt þjóðgarðsvæði gæti verið. Já, hvers virði er það? Jack D. Ives, doktor í fjallalíffræði sem hefur verið í nefndum UNESCO við að leggja mat á fjallasvæði sem eigi þann eftirsótta heiður skilin að komast á heimsminjaskrá, segir að Vatnajökull og svæði sem hann hefur mótað frá suðurströndinu og þvert yfir landið allt norður í Öxarfjörð eigi tvímælalaust heima á heimsminjaskrá
og það jafnvel frekar en mörg önnur svæði sem hafa hlotið þennan heiður sem hægt að meta til mikils fjár. Það mætti hugsa sér að svæðið ætti sér merki eða tákn sem gæti verið í fána þess. Hér táknar blái liturinn himinin, sá hvíti jökulinn, sá rauði eldvirknina, sá grái með blálitu taumunum sandana, hraunin og jökulfljótin og grænu deplarnir gróðurvinjarnar. Svífum að lokum inn á það svæði sem ekki stendur til í bili að minnstakosti að virkja, þótt til séu áætlanir það. Svæði sem menn að hugsa að gera þjóðgarði, en menn hafa hins vegar mismunandi hugmyndir það hvað sá þjóðgarður eigi að vera stór. Já, allt upp í það að hann nái alveg frá strönd til strandar, frá Skaftafellsfjöru norður í Öxarfjörð. Milli Kárahnjúka og Snæfells eru Vesturöraví. Hér förum við yfir þau með stefnu á Vatnajökul. Upp á Vatnajökli eru Grímsvötn, eldvirkasta svæði á Íslandi, þar sem eldgos og umbrot umbreyta svæðinu endalaust og samspil elds og ís sem hvergi sést í þessum mæli í heiminum opinberast þeim sem þangað koma. Hér sýnast manni vera sléttar leirur út af ísjökunum þarna og nei, þetta er fljótandi vikur. Nú og væntanlega þetta þá ískalt úr því að jakarnir fljóti í þessu. Nei, þetta er sjóðandi heitt. Nei, mjög fara að vera heitt á fótunum líka. Og engin furða því vatni síður 100 stiga heitt við ströndina þótt ísjakar fljóti á því utar og vikurinn allur á hreyfingu. Þetta mætti kalla íseldarsýningu í íseldaþjóðgarði, Fire and Ice National Park. Ef Vatnajökull er kóróna landsins, eru Kverkfjöll djásnið í þeirri kórónu. Hér er rennt í gegnum svonefndan Hveradal. Það er einstök tilfinning að koma yfir jökulinn rétt fyrir sólarupprás með fjalladrottninguna Herðubreið í miðju morgunróðans. Hægt að baða sig í volgri á inn í íshellu undir jöklinum. Eða renna sér niður foss í 37 stiga heitri á í austanverðufjöllunum. Skriðjöklarnir bjóða upp á mikið sjónarspil þegar þeir hlaupa. Hér er Dyngjujökull að fá útrás. Sandarnir norður af jöklinum eru hluti sköpunarverks jökulsins og Herðubreið fékk lögun sína í eldgosi undir ísaldarjökli þegar Vatnajökull huldi og mótaði allt Ísland. Þarna er dæmalaust hraundingjuval, trölladingja kallast á við Öskju, sem reyndist vera svo staður á jörðinni árið 1967, þar sem tunglfarar gætu best æft sig fyrir frægðarför sína til mánans. Þegar landið lyftist eftir ísöldina þrítugfaldaðist eldgosatíðnin og Ódáðarhraun, stærsta hraunbreiða Íslands, var til með öllum sínum gígaröðum og hraundígjum. Þetta eru Gæsavötn, gróðurvin skammt norðan við Vatnajökul. Gróðurvinjarnar eru fáar og því mikilvægur hluti af einstæðri mósaík komandi íseldaþjóðgarðs. Það er upplífgandi eftir akstur Eiðisanda að koma inn í dýrð Herðubreiðarlinda. Austar eru fleiri vinjar en Hjalladalur og Háls verða ekki lengur meðal þeirra ef virkjað verður. Jökulsá á Fjöllum er ein af 4 ám sem falla til norðurs úr Vatnajökli eins og fætur á gæðingi. Eftir Kárahnjúkavirkjun verða 2 árnar eftir ósnortnar, þessi og Skjálfandafljót. Dettifoss, aflmesti foss Evrópu, já eins og Einar Benediktsson orðaði það í ljóði sínum Dettifoss, sláð þú hátt, foss hjarta. Í ljóði sínum Dettifoss mærði Einar aflvakan sem fólst í þessu fljóti og gat bæði búið til jökulsárgljúfri sem við svífum nú niður og skapað orku, birtu og ill. Nú að dögum myndum við kannski orða hrifningu sína á vatnsorku austurhálendisins svona: þetta aflið sem Austurland vekur og fjörsprettin frækin á fjöllunum tekur.
En aðrir myndu kannski orða það svona þegar þeir bera saman sköpunarverku Jökulsár á fjöllum og Jökulsár á dal. Leirinn og straumurinn landslægið móta, löðrið klettana þvær, Erró og Kjarval íslenskra fljóta eru jöklurnar tvær. Jökulsá á fjöllum hefur skilið eftir sig merki einhver mestu hamfaraflóð sem getur og hún mótaði Ásbyrgi og Sandana við Öskrafjörð. Nú nálgust við ferðalok, staðinn þar sem reisa á stærsta minnismerki sem nokkur kynslóð Íslendinga gerir sjálfa sig. Heitar tilfinningar, stór orð og sterkar líkingar hrærast í brjóstum manna þetta minnismerki. Í augum margra sem hlakka til að reisa það munu stíflurnar þrjár bera af íslenskum mannvirkjum, verða nokkurs konar píramítar Íslands. Aðrir munu hugsa til þeirra og lónsins eins og rítings sem reka í upp í andlit Vatnajökuls, ígildis Mónu Lísu Íslands. Það má færa rök að því að ekkert annað málefni sem núlifandi Íslendingar fást við muni lifa jafn öruglega aldir og árþúsund. Fornmenn sögðu stundum gjörðir manna að þær myndu uppi meðan land byggðist. Hvað verður sagt þá sem að þessari framkvæmd standa? Mun sómi þeirra eða skömm uppi meðan land byggist?